Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Ég mig eru þættir sem að fara í loftið hérna í febrúar á N4 og þetta eru þættir ungt fólk, unnir af ungu fólki og þau eru komin til mín Ásthildur og Stefán Eli, velkomin. Takk fyrir. Þið eru bara komin í þáttagerð. Já, ótrúlega þetta. Svo sannarlega. Viljið aðeins segja mér tildrögin, þú varst að segja mér að þú fyrst þessa hugmynd fyrir nokkrum árum. Já, það gerðist bara 2014-15 eitthvað svoleiðis. Þá kom þessi hugmynd bara í kollinn á mér og ég ákvað bara að vinna með hann eitthvað og fekk bara milljón hugmyndir. Þannig ég skrifaði bara niður á blað og svo bara einhvern veginn er ég búin að vinna að þessu síðan þá. Talaðu þessu við sjónvarpsstjóra, framkvæmdastjóra N4 eitthvað? Að sjálfsögðu. Sem er mamma þín? Já, hún hjálpaði mér mjög mikið náttúrulega. Og já, við erum búin að fara í gegnum mjög mörg ferli, sko. Bara fullt af fólki og fullt af fólki sem er að hjálpa okkur og eitthvað svona. Og svo fenguð þið styrk núna frá uppbyggingarsjóð Norðurlands eystra til að gera þessa þætti og þá var hægt að spýta í lófana. Já, það hjálpaði. Já, og svo kemur þú, Stefán Eli, inn í þetta bara nýlega. Hvernig gerðist það? Já, í raun bara heldur nýlega, sko. Ég kom bara hingað á fund og svo næsta því ég vissi voru bara tökur innan viku, sko. Þú varst bara ráðinn. Já, þannig að ég átti bara að stökkva á tækifærið og vera með í þessu, sko. Við vorum samt búin að vera að hafa hann í huga, sko, í langa tíma. Stefán er náttúrulega mjög, svona, flottur drengur, þannig að við vorum svona... Flott fyrirmynd. Já. Þú ert að kafa í tónlist, við höfum fengið oftar en einu sinni hérna í þáttinn. Já. Svo rakst ég á það á Facebook að þú ert líka að taka þátt í leikfélagssýningu Menntaskólans. Svo sannarlega, ég er að leika þar í sýningunni sem verður sýnd í mars. Já. Sem er mjög spennandi. Sem er algjörlega sko ný frumsýning, þetta er sem sagt ný þýddur söngleikur. Já, þetta er í raun söngleikur sem að hefur bara verið, held ég, ef ég fer rétt með að setja upp tvisvar bara. Já. Og hefur fengið rosa góða viðtökur. Já, fekk ótrúlega góða dóma, sko. Og þetta er í raun sönn saga sem að þetta er. Já. Og já, þannig að það þýtti það er Anna Gunndís Guðmundsdóttir, já, sem Dunda er að koma leikstýra þessu já. Og maðurinn hennar þýddi þetta held ég líka. Já, ég veit ekki alveg hver hennar fræðin er bak við hver gerði hvað. En leikur stórt hlutverk þarna? Ég er ekkert með svo margar línur í raun, sko. Nei, þú hefur þá tíma til að sinna þessu verki líka. Já, en samt við erum allt leikarateymið alltaf að vinna þetta saman, sko. Já, þannig að það er alltaf að gera hjá þér á þessari önn. Í raun og veru, sko. Og því svo ætlar að vera með tónleika líka á Græna. Já, tónleikar á Græna núna eftir viku slétta. Já. Eða á 5. daginn sem sagt í næstu viku, 31. Það er bara að skipuleggja sig og púsla lífinu. Það er rétt. Maður þarf að reyna að forgangsraða. Ert þú líka svona félagsmálafrík, Ásthildur, myndirðu lýsa þér þannig? Já, ég var í LMA í fyrra og núna er ég bara, og í fyrra er ég búin að vera í skólablaðinu Munin, ritstýra þar. Það er nú aldeilis verkefni. Já, það er búin að vera ævintýri, sko. Og svo bara erum við að byrja fyrst, blaði nr. 2 núna. En þú ert áfram í því? Já. Þetta er svona 2 blöð. Já. Og já. Það er... Og þættirnir, þið eru aðeins byrjuð. Þið eru búin að taka upp kannski efni í einn þátt? Já, búin að taka upp fyrsta þáttinn. Já. Og var það gaman? Mjög. Það var eitthvað stressandi? Það var svona agnar stresskeimur áður en við fórum að taka upp. Bara eitthvað, ég hef aldrei tekið viðtal áður, hvað er ég að gera? Og svo bara gekk það? En svo bara gekk það vel, sko. Og hver er svona, þú varst með margar hugmyndir og hver er svona kannski línan í þessum þáttum? Svona niðurstaðan af þessum hugmyndum? Já. Sko, þetta er bara einhvern veginn, þetta er svona þættir bara ungt og skapandi fólk á Norðausturlandi. Í menntaskólanum og jafnvel ekki. Og við erum bara svona að einhvern veginn, svona, hvað ég segja, finna það og sjá hvað það hefur að segja. Af því að það er svo ótrúlega margir hérna sem að hafa svo mikið að segja. Já, og er að gera spennandi hluti. Já, nefnilega. Þannig að við erum svona að finna þá og gera eitthvað skemmtilegt með þeim. Ef fólk getur komið með ábendingar til ykkar ungt fólk sem að þið kannski vitið ekki af, hvert á það að hafa samband? Bara N4? Eða bara sendið okkur á Facebook eða Instagram eða hvar sem ykkur sýnist. Já, N4.is eða eitthvað. Já.
Af því að þið eru einmitt ná til allra á Norðausturlandi, ungs fólks á Norðausturlandi. Og getið þið svona sagt okkur eitthvað svona smá kýtlu fyrir fyrsta þáttinn, eitthvað sem að má gefa upp eða? Sko, ég veit reyndar ekki hverjar reglunar eru varðandi það. En mér finnst býsna skemmtilegt til að koma inn á sem þið voru að tala um lýsingin svona að þetta sé ungt fólk sem að er óhrætt við að gera það sem því langar til þess að gera hvað svo sem það skildi vera. Fylgir sér svolítið sinni sannfæringu. Já, einmitt. En núna í fyrsta þættinum, við spjölluðum við krakka úr Emma, sem sagt. Já, einmitt. Og við tökum sér fyrir þessa 6 skóla sem eru á Norðausturlandi. Já, og alla svona framhaldsskólana. Já. Og hérna ætlum að finna fólk úr þeim skólum og vinna einhvern veginn finna eitthvað að gera skemmtilegt með þeim og sjá hvað þau hafa að segja. Og ef það einhverju krakkar sem eru ekki í skólum en eru að gera einhverju geggjaða hluti. Það er bara líka frábært. Það er líka bara frábært. Það er bara allt, allir krakkar. Og ungt fólk er skilgreint af aldrinum, eru þau með einhverju mörk? Hvað eru við 15 til 20 eitthvað. Já, 15 til 25. Þetta er engin heilög mörk, sko. Nei, bara pluss mínus eitthvað. En já. Geggjað. Og þið eru sjálfa vissinast með myndavélarnar, er það ekki? Já, við erum með svona handheld kameru sem við erum eitthvað að reyna að stúsast með, sko. Já, við náttúrulega erum ekki með neina reynslu af því, þannig að það hefur gengið svona skemmtilega. En þið notið eitthvað af þeim upptökum sem inn í? Já, þetta er svona behind the scenes eitthvað dæmi. Mjög skemmtilegt, sko, við erum spennt að sjá. Þetta verður spennandi. Fyrsti þátturinn fyrir loftið 4. febrúar. 4. febrúar, klukkan 8. Þekki það ekki. Nei, það er held ekki. Það þarf bara að fylgjast grannt með dagskrána. Horfið bara N4 allan daginn. Já. En já, þetta kemur inn á Instagram líka, við setjum þetta þangað. Þið eru væntanlega dálítið virk þar kannski. Já, við reynum allan að vera það. Eins og unga fólki gjarnan. Við erum bara nýkomið aðgang, þannig að við erum eitthvað. Og Instagramið, er þá slóðin bara ég og mig eða? Instagramið er N4 sjónvarp. N4 sjónvarp. Þetta er inn á N4 sjónvarpinu og hugsunin er svo að sko nota bæði Instagram og Facebook býsna mikið til að sýna einhverja svona búta úr þættinum. Svona auka klippur, eitthvað svona skemmtilegt. Þannig að, já. Bara æðislegt að fá okkur í þáttinn og hlakka til að sjá fyrstu þættina og bara gangi ykkur vel. Takk fyrir kærlega.